Þá það 3. dagskrárliður. Bæjarstjórn samþykkir með 6 samhljóða atkvæðum, með 6 atkvæðum og vísar tillögunni ásamt samþykktum breytingum til seinni umræðu í bæjarstjórn. Það sú bókun sem undir þessum lið. Þá það 3. liður samþykktir fastanefna. Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það eru nýjar tillögur að samþykktum fyrir fastanefndir vegna breytinga á stjórnsýslunni og vegna þess að það var verið meðal annars að sameina nefndir í ný ráð og það sama gildir samþykktina fyrir nýju fasta nefndirnar nýju ráðin að það er ákveðnar tiltektir sem þarf að fara í gegnum líka og ég ætla bara að renna í gegnum helstu breytingar, ekki að fara í gegnum allar samþykktirnar og allar greinarnar. Fyrst varðandi alla heildina, þá svona tiltekt og samræming á orðalagi til þess að þetta hljómi allt saman eins á milli ráða. Því það hefur gerst að við höfum tekið fyrir samþykktir ákveðna ráða og ekki látið að vera samhljóma á milli og sumar hafa ekki tekið neinum breytingum í langan tíma, þannig að það hefur orðið, það að setið eftir, við getum orðað þannig. Nú það hefur þurft að laga númer, það laganúmer sem tilvitnanir í þess að lög hafa breyst. Við höfum líka lagfært það og átt aðeins við þau, þar sem að bara vera vitnað í rétt lög og síðan ákvæði sem ég nefndi aðeins í umræðan áðan, þar sem kveður á samráð ráðningu sviðsstjóra og annara stjórnenda. Það á við í öllum samþykktum fyrir ráðin. Nú síðan það varðandi frístundaráð og umhverfis- og mannvirkjaráð. Þetta eru nýjar samþykktir fyrir þessi 2 ráð, enda hafa verkefnin sem tilheyrðu samfélags- og mannréttindaráði og íþróttaráði annars vegar og fara til frístundaráðs eða verða frístundaráði og hins vegar þá framkvæmdaráð, stjórn, fasteigna og umhverfisráð sem verða umhverfis- og mannvirkjaráð. Nú varðandi fræðsluráði að þar nýtt verkefni sem bætist við og kemur undir samþykktina, það að skólaþjónusta, leik- og grunnskóla flyst yfir til fræðsluráðs og það breytist texti í samræmi við það, enda líka þar breyting á lögum. Nú það breyting á heiti ráðsins og eins breyting á starfsheiti yfirmanns. Í skipulagsráði þar breyting á heiti ráðsins frá nefnd yfir í ráð og eins líka breyting á starfsheiti yfirmanns. Í velferðarráði þá þar breyting varðandi sérstakar húsaleigustuðning sem verður til í stað húsaleigubóta eins og var talað í samþykktunum og þar einnig breyting á starfsheitum yfirmanna. Nú í bæjarráði þar breyting á starfsheitum yfirmanna og síðan sett inn ákvæði sem samráð varðandi ráðningar deildustjóra til samræmis við aðrar samþykktir. Ég vona að þetta svona upplýsi bæjarfulltrúa eða taki þetta ágætlega saman, en það heldur sér ekki ástæða til þess að fara yfir þetta lið fyrir lið á öðru leyti. Takk fyrir. Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri, hefur lokið máli sínu. Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi, hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, nú ætla ég að tala setuna. Ég ætla að tala lengi setuna. Nei, ég skal nú hlífa ykkur við því. Hérna til umræðu eru nokkrar samþykktir fyrir ráð og ný ráð og breytingar á þeim. Það reyndar ekki rétt sem kom fram hjá bæjarstjóra rétt áðan að það sé í raun nýtt verkefni hjá skólanefnd eða fræðsluráði að fylgjast með og hafa eftirlit með sérfræðiþjónustu skóla, heldur bara fyrst og fremst breytingu á nafngiftina að ræða. Þó að þetta hafi verið staðsett á fjölskyldudeild og heyrt undir velferðarráð þannig, þá var skólanefnd með ábyrgðina á þessu verkefni alla tíð, því það var lögum samkvæmt og því var ekki hægt að breyta.
En nú verkefni flutt hins vegar undir skóladeild og þar með heyri verkstjórnin öll undir fræðsluráð eins og það lítur út í dag. Annað sem ég vil fagna í þessum breytingum það að atvinnumálanefndin lögð niður og atvinnumálin færð aftur inn á Akureyrarstofu. Ég nefndi það í umræðum þegar atvinnumálanefndin var sett á fót hér fyrir sennilega tæpum 2 árum. Mér finnst þetta gönuhlaup og þetta myndi ekki þjóna þeim tilgangi sem menn ætluðu og ég held að það nú bara hreinlega reynst rétt. Hins vegar hef ég áhyggjur af því að atvinnumálafulltrúi núna enginn og það ekki búið að taka mér vitanlega neina ákvörðun það hvar þessi mál verða staðsett í stjórnkerfinu eða til hliðar við það. Það verður sjálfsagt sér ágætt að fá bara umræðu það annaðhvort hér eða síðar hvernig menn sjá það fyrir sér. Ég held hins vegar að þetta sé bara gæfuskref að stíga þetta spor og ég tel að þær stjórnkerfisbreytingar sem við erum að staðfesta í raun og veru hérna með þessum samþykktum fyrir nefndirnar eða ráðin séu líka á margan hátt gæfuskref að því leytinu til að nú eru þetta stærri ráð hafa yfir að ráða meiri og fleiri málum og ég held sé hollt fyrir öll ráð að þurfa að horfa vítt á sitt svið. Þannig að þau þurfa að taka tillit til fleiri en eins málaflokks. Þannig að ég geri bara ráð fyrir því að þetta muni allt saman ganga upp. Við erum búin að fara í saumana á þessum samþykktum og ég held að þær séu nú bara vel unnar og þakka starfsmönnum fyrir það. Og ég bara treysti því að okkur tækist að vinna vel úr því sem hér lagt fram og gera ekki athugasemdir í það að öðru leyti. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi, ég vildi nú bara koma hérna upp til þess að lýsa ánægju minni með það að við skulum vera að samþykkja þessar samþykkti fyrir þá ný ráð og lagfæra þá samþykktina hjá okkur. Þetta var eitt af því sem að meirihluti lagði mikla áherslu á það að efla og bæta stjórnsýsluna okkar og ég hef trú á því og vænti þess að þessar breytingar verði okkur til góðs. En það að sjálfsögðu okkar hlutverk sem eru hér bæjarfulltrúar og þá náttúrulega með starfsmönnum að fylgjast með að þetta gangi eftir. Þetta spennandi tækifæri sem við stöndum frammi fyrir. Það verið að gera breytingar og bæjarfulltrúi Gunnar nefndi hér atvinnumálin að það eitt af því sem að menn hljóta að taka fyrir í Akureyrarstofu og þá með nýjum sviðsstjóra þar hvernig menn ætla að tækla það mál og það voru uppi ákveðna hugmyndi frá fráfarandi atvinnumálanefnd hvernig það skyldi gert. Þannig ég hef trú á því að menn finni þessu réttan farveg og við höldum áfram að vinna á þeim vettvangi eins og öllu því sem snýr að málefnum Akureyrarstofu. Þannig ég bara fagna því að þetta sé komið til samþykktar og frágangs í dag. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi ég ætla að biðja Sigríði Huld Jónsdóttir varaforsetar að taka við stjórnarfundarins gefa hann orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég fagna því eins og aðrir sem hafa komið upp að þetta sé komið hér og við séum að klára þetta mál. Varðandi fyrir ummæli bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar þá ég svo sem ekki sammála því að þetta hafi verið eitthvað framhlaup eða svoleiðis. Ég ætla svo sem ekki að rífast það en ég meina við erum ekki að fara að ráða 4. atvinnumálafulltrúan sem akkurat núna. Það á að finna þessum verkefnum farveg innan Akureyrarstofu og í samráði við Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar. Og það markmiðið og raun og veru bara biðin eftir nýjum sviðsstjóra og fara þá yfir þetta mál með þeim, hvernig við getum tekið á þessum málum. Hlutirnir í ákveðnu farvegi og vonandi getum við leyst þetta sem fyrst. Ég sem fyrrverandi formaður atvinnumálanefndar hefur beðið að koma til fundar við
stjórn Akureyrarstofu til að fara yfir þau mál sem að atvinnumálafulltrúi var að vinna í og ég mun gera það væntanlega á næsta eða þarnæsta fundi hjá þeim. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og vil ég biðja forseta að taka við stjórn fundarins. Orðið er laust. Þar sem enginn hefur kvætt sér hljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt vinsælast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.